Formaður allsherjarnefndar Alþingis segir samskipti sín við Útlendingastofnun í máli kólumbíska piltsins ekki grafa undan stjórnsýslunni. Afskiptin séu pólitísk en manngæskan skipti mestu. Björgunarsveitir aðstoðuðu bændur að sækja fé á fjöll á Norðurlandi í dag í hríðarveðri og miklum snjó. Von er á ausandi rigningu fram eftir nóttu og Veðurstofan varar við skriðuhættu á Norðurlandi. Frakkar unnu íslenska kvennalandsliðið í fótbolta 2-0 á Laugardalsvelli í þjóðadeildinni. Leiknum lauk rétt í þessu. Ísland fer í umspil til að halda sæti sínu í A-deild. Herlög og stjórnarfarskrísa fyrrverandi forseta virðast sitja mjög í Suður-Kóreumönnum sem kusu sér nýjan forseta í dag. Allt stefnir í afgerandi sigur frjálslyndra. Vetrarveðrið undanfarið auðveldar stórsveit Reykjavíkur að komast í jólaskap. Sveitin undirbýr jólavertíðina hálfu ári fyrir jól. Komið þið sæl, við erum seinna á ferðinni í kvöld vegna beinnar útsendingar frá leik íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu á Laugardalsvelli gegn Frökkum sem nú er nýlokið. Formaður allsherjarnefndar Alþingis segir afskipti sín í máli Óskars Flóres sem vísa átti úr landinu hafa verið pólitísk. Fréttastofan fékk afhent bréfaskipti hans við forstjóra Útlendingastofnunar og ríkislögreglustjóra. Stjórnarandstöðu þingmenn gagnrýndu Víðir Einarsson formann allsherjar- og menntamálanefndar í dag, bæði þingmenn í nefndinni og spurtar úr ræðustóli hvaða umboð hann hefði til að hafa afskipti af lögmætum kæruferlum og stjórnsýslu. Að mínu mati, virðulegur forseti, hefur háttvirtur formaður allsherjar- og menntamálanefndar Víðir Einarsson brotið trúnað við háttvirta allsherjar- og menntamálanefnd. Á miðvikudaginn í síðustu viku lét Víðir ríkislögreglustjóra vita að umsókn Óskars ríkisborgararétt væri til umfjöllunar hjá undirnefnd allsherjarnefndar. Ríkislögreglustjóri framsendi tölvupóstinn til forstjóra Útlendingastofnunar 2 dögum síðar. Forstjórinn svarar Víði og segir að 19 af þeim sem sóttu um ríkisborgararétt til allsherjarnefndar séu á framkvæmdalista ríkislögreglustjóra út af brottvísun. Gæta þurfi jafnræðis og ef Útlendingastofnun fresti framkvæmdabeiðni í máli Óskars beri að fresta framkvæmd í öllum málum. Svo segir hún að ef stofnunin fái skýrari upplýsingar að allsherjarnefnd ætla að veita ríkisborgararétt í þessu máli, þá geti stofnunin lagt mat á aðstæður og fresta framkvæmd í samræmi við lög. Því svarar Víðir hálftíma síðar og segir að undirnefnd allsherjarnefndar hafi verið að vinna sig í gegnum umsóknir og að dagurinn í dag, það er síðasti föstudagur, hafi skilað sér í því að yfirgnæfandi líkur séu á því að lagt verið til að Óskar fái ríkisborgararétt. Forstjóri Útlendingastofnunar segir í svari við þessu að hún skilji það sem svo að ekki gildi það sama hina 18 umsækjendurna ríkisborgararétt, það er að þeir fái ekki ríkisborgararétt. Það er rétt skilið, svarar Víðir. Þessi tölvupóstsamskipti við Útlendingastofnun, þau sýna beint fram á það að þetta eru svona bein pólitísk afskipti. Menn geta kallað það hvað sem er. Þetta var alveg skýrt frá minni hendi frá upphafi að þetta snerist það að ég sendi forstjóra Útlendingastofnunar þennan tölvupóst. Og það er alltaf bara þannig þegar stjórnmálamenn hafa eitthvað með svona mál að gera eins og þingið hefur með þennan ríkisborgararétt að gera, þá er það auðvitað pólitískt mál. Menn geta reynt að fara einhverja leiki í kringu það en auðvitað er þetta ekkert annað en pólitískt mál að veita ríkisborgararétt með þessum hætti. En ber þá að skilja tölvupóst Víðis eins og forstjóri Útlendingastofnunar skilur hann, það er að hinir 18 umsækjendurnir fái ekki ríkisborgararétt. Nei, það er bara mál allra þessara yfir 300 einstaklinga sem eru í þessum umsóknarferli í augnablikinu, eru bara í vinnslu, nefndin að vinna hratt og má búast við niðurstöðum hennar fyrir alla þá sem bara heildar niðurstöðu á næstu dögum. Varðandi svona þessi pólitísku afskipti, grefur þetta ekki undan stjórnsýslunni? Ég held ekki, ég held að þetta sé bara hluti af því sem við stjórnmálum eigum að gera. Við eigum að horfa á samfélagið okkar og sjá hvernig við getum haft sem best áhrif á það. Ég taldi það að þarna væri manngæskan sem að skipti mestu máli, að við værum ekki að leggja þennan pilt í það að vera flytjan til Kólumbíu til þess eins að hann væri fluttur hingað aftur eftir einhverja örfáu daga þegar hann fengi hingað ríkisborgararétt. Mér fannst það bara ekki ganga upp. Vetrarveður gekk yfir landið norðan og austanvert í dag og bændur í Skíðadal hafa keppst við að bjarga fé úr djúpum snjó í norðanhríð. Mikil úrkoma hefur verið í dag og Veðurstofan varar við skriðuhættu.
Annað árið í röð gerði hörku vetrarveður á landinu í byrjun júní. Á norður- og austurlandi snjóaði, snjómoksturstæki voru ræst eftir langa hvíld og nokkrir þurftu aðstoð björgunarsveita til að komast leiðar sinnar á fjallvegum. Veðrið á Norðurlandi hefur verið nokkurn veginn svona í dag. Það er mikil úrkoma, ýmist snjókoma, slitta eða rigning. En einna verst hefur veðrið kannski verið inn í Skíðadal þar sem að bændur voru að berjast við að bjarga fé í dag. Á Hnjúki í Skíðadal 20 kílómetrum frá Dalvík höfðu bændur sleppt fé í úthaga. Veðrið hefur verið með besta móti síðustu vikur og þó að spáin hafi verið slæm, sögðust bændur ekki hafa átt von á svo mikilli ofankomu. Jú, í gærkvöldi var byrjað slittu hríðarógeð og síðan bara versnaði þetta mjög mikið í nótt. Björgunarsveitarfólk frá Dalvík hóf leitað 100 kindum í morgun með aðstoð fjölda fólks af næstu bæjum. Hádegisbil kom hópurinn niður með 50 fjár og lýsti erfiðum aðstæðum þar sem smala varð kindunum á móti vindi í hríðarveðri. Þetta er ekki kjöraðstæður eins og sagt er. Þetta er snjór upp á hnjám og meira jafnvel til í börðum og þetta er mjög krefjandi aðstæður. Ef við hefðum ekki fundið það er bara fennt. Það er bara þannig, það er bara fennt yfir þær og það er bara verið fastar undir barðið. Síðdegis voru 70 kindur komnar inn í skjól og greinilegt að barningurinn í snjó og kulda hafði tekið á þær margar. Björgunarsveit hefur hætt leit í bili að 30 gripum sem enn eru ófundnir en farið verður af stað aftur á morgun ef veður leyfir. Já, veðrið fyrir norðan er einhverju leyti orðið skaplegra núna. Það er aðeins búið að hlýna þannig að það hefur dregið úr snjókomunni en það hellirignir og á að gera það áfram. Veðurstofan er búin að gefa út viðvörun vegna skriðuhættu og það er ofanflóða sérfræðingur hérna hjá mér. Sigurdís, segðu mér aðeins frá þessari viðvörun sem þið voruð að gefa út. Já, við gáfum út viðvörun í morgun fyrir skriðuhættu á norðanverðurlandinu og norðanverðum Austfjörðum öllum. Við út af þessari mikillu uppsöfnuðu úrkomu sem var spáð í núna þessa nokkra sólarhringa og hún tók gildi í morgun og er eitthvað fram eftir. Og hvar er hættan mest en svo er eitthvað hætta í byggð? Já, mest úrkoma mun sennilega er spáð á Tröllaskaga og Flateyjarskaga til dæmis og þar er þá mest skriðuhætta samhliða úrkomunni. Og þegar frostmarkshæðin fer að hækka og þá fer að rigna í snjóinn og þá er talsvert meiri skriðuhætta en hefur verið eins og í dag. En það er ekki hætta í byggð að svo stöddu en við erum með kannski mest að fylgjast með til dæmis Ólafsfirði og Útkinn og þar sem skriðurnar féllu 2021 og svo erum við bara almennt að fylgjast með úrkomutölum á öllu þessu svæði. Einmitt. Og einhver tilmæli til fólks sem ætlar að vera á ferðinni núna meðan þetta veður stendur yfir? Já, kannski að fylgja sérstaklega vel með. Ég meina við erum með sérstök tilmæli sem við gáum Vegagerðinni og lögreglu skriðuhættu á vegum og jafnvel snjóflóðahættu. Þannig að það er að fylgjast bara vel með. Akkurat, við gerum það og höldum áfram að segja fréttir af þessu eftir því sem vindum fram en kveðjum héðan að norðan. Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir og við förum til útlanda. Frambjóðanda frjálslyndra er spáð afgerandi sigri í forsetakosningum í Suður-Kóreu sem voru í dag. Boðað var til kosninga með skömmum fyrirvara þegar fyrrverandi forseti sem lýsti yfir herlegum í landinu í fyrra var dæmdur til embættismissis. Fögnuður hjá frjálslyndum, vonbrigði hjá íhaldsmönnum. Spár gera ráð fyrir að Lee Jae-myung, frambjóðandi frjálslyndra, fái 52% atkvæða en íhaldsmaðurinn Kim Moon-so tæp 40% þegar öll atkvæði hafa verið talin. Vanalega er ekki svo afgerandi munur á stóru flokkunum tveimur í Suður-Kóreu. Kjósendur virðast óánægðir með íhaldsmenn. Fyrrverandi forseti Yoon Suk-yeol kom úr þeirra röðum og eftir ósætti í þinginu seint í fyrra setti hann á herlög. Suður-Kórea steyptist ofan í stjórnarfarskrísu í kjölfarið sem endaði með því að forsetinn var dæmdur til embættismissis. 구분되어 있는 사회를 하나로 좀 모아서 새로운 길로 나아갈 수 있는 리더의 역할이 됐으면 좋겠고요. 그 새로 오신 분이 저희들에게 과거처럼 그렇게 권위적인 리더로서 끌고 가는 리더가 아니라고 생각해요. Suður-Kórea er forsetaræði. Lee Jae-myung verður því bæði þjóðhöfðingi landsins og fer með framkvæmdavald.
Hann er mannréttinda lögfræðingur og tapaði með naumindum í síðustu forsetakosningum. Hann hefur leitt gagnrýni á sinn fyrrum keppinaut. Lee Jae-myung vill aukin ríkisútgjöld og auka jöfnuð. Hann vill bæði bæta samskipti við Bandaríkin en einnig við Rússland og Kína. Hneykslismál, mótmæli og afsagnir eru reglulegir viðburðir í Suður Kóreu og klofningsframboð og nafnabreitingar, jafnvel stöndugra stjórnmálaflokka, eru tíðar. Lee Jae-myung má sitja 1-5 ára kjörtímabil, en það þyrfti þó ekki að koma neinum á óvart ef honum endist ekki pólitískur aldur til. Einhverfur drengur í hópi rúmlega 20 ungmenna sem hefur verið synjað skólavist í 3 framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu í haust. Móðir drengsins segir stöðuna ólíðandi. Egill lýkur 10. bekk í vor. Í febrúar sóttu foreldrar hans nám á starfsbrautum í 3 framhaldsskólum. Svör átt að berast í síðasta lagi í maí, en skólavist hefur enn ekki verið staðfest. Ég var í sambandi við starfskonu mennta- og skólaþjónustu í gær og fæ það í svör að hann ásamt rúmlega 20 öðrum börnum hafi bara ekki fengið skólavist í framhaldsskóla. Skýringarnar sem ég fæ að það sé bara ekki til fjárveiting til þess að tryggja þessum krökkum skólavist í framhaldsskóla næsta haust, sem eru þetta bara, ég veit ekki eiginlega hvaða orði ég á að nota, grátbroslegt eða absúrt. Margrét segir óvissu sérstaklega erfiða fyrir þennan hóp. Þau fóru á kynningar í Fjölbraut í Breiðholti, Borgarholtsskóla og Tækniskólanum og voru bjartsýn á skólavist. En svo að komast að því að hann hafi bara einfaldlega ekki komist inn í neinn af þessum skólum, það er auðvitað bara, það er hræðilegt. Af því að hann getur ekki verið einn heima og sinnt sér sjálfur eða haft ofanan fyrir sér. Það er mjög mikilvægt að það sé ákveðin svona strúktúr í kringum líf þessara krakka. Samkvæmt lögum framhaldsskóla eiga þeir sem hafa lokið grunnskólanámi eða náð 16 ára aldri rétt á að fara í framhaldsskóla. Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, gaf ekki kost á viðtali. Í skriflegu svari segir hann 340 umsóknir hafa borist nám á starfsbrautum framhaldsskólana. Viðmiðið séð að allir fái skólavist og að svar liggi fyrir á sama tíma og hjá öðrum verðandi framhaldsskólanemum. Forsætis- og félagsmálaráðherra sjá ekki ástæðu til að gera breytingar á frumvarpi að tengja greiðslur almannatrygginga við launavísitölu þrátt fyrir harða gagnrýni fjármálaráðuneytisins. Velferðarnefnd Alþingis sendi fjármálaráðuneytinu fyrirspurn vegna umfjöllunar hennar frumvarpið. Óhætt að segja að frumvarpið fái ekki háa einkunn hjá fjármálaráðuneytinu, en miðað við fjárlögin í ár næmi áætlaður kostnaður á bilinu 3 til 4 milljörðum. Nefndin spyr sérstaklega út í hvort ráðuneytið telji að frumvarpið samræmis grunngildum laga opinber fjárlög og fást þess svör að breytingarnar geti dregið úr möguleikum stjórnvalda til að forgangsraða fjármunum til annarra verkefna. Eins gætu þær hamlað möguleikum stjórnvalda til að bregðast við efnahagssveiflum. Mikilvægt sé að forðast ákvarðanir sem geta haft ófyrirséðar afleiðingar. Þrátt fyrir þessi varnaðarorð stendur ríkisstjórnin keik. En þetta kallast pólitísk forgangsröðun og ákvörðun. Þessu fylgir fjármögnun, þessu fylgir því líka áætlun að vera með hallalaus fjárlög 2027 og fjármálaráðuneytið á alveg að vita það. Burtséð frá þessu minnisblaði þá er þetta einbeittur vilji ríkisstjórnarinnar. Við erum búin að ákveða það frá upphafi okkar samninga, stjórnarmyndunar samninga að lyfta upp tekjulægstu hópunum okkar. Ráðuneytið gagnrýnir enn fremur að greiningar á áhrifum frumvarpsins séu ófullnægjandi. Ég tel að þetta sé nógu vel unnið. Þetta fekk samþykki hér út úr ríkisstjórn. Þetta er pólitísk ákvörðun að leyfa kjaragliðnunin ekki að aukast eins og hún hefur verið að aukast síðustu ár. Þetta er alveg frábærlega vel unnið og alveg sama hvernig á það er litið. Þegar velferðarnefnd hefur lokið vinnu sinni fer málið til annarar umræðu á þingi. Portúgalska og þýska lögreglan hafa hafið á ný víðtæka leit vegna hvarfs bresku stúlkunnar Madeleine McCann. Leitin er að beiðni þýsku lögreglunar sem telur Christian Bruckner, sem afplánar dóm þar í landi fyrir nauðgun, eiga sök á hvarfi hennar. McCann var 4 ára þegar hún hvarf úr orlofsíbúð þar sem hún dvaldist ásamt fjölskyldu sinni í bænum Praia da Luz í Portúgal árið 2007. Fjöldi lögreglubíla hefur sést keyra eftir malarvegi í útjaðri bæjarins og búist er við að leita verði fram á föstudag. Bruckner lýkur afplánun í síðasta lagi snemma á næsta ári og þrýstir í auknum mæli á þýsku lögregluna að ljúka rannsókninni.
Stjórnendur útvarpsþáttarins FM 95 Blöð segjast miður sín vegna tónleika sem þeir stóðu fyrir helgina. Þeir hafi algjörlega klúðrast. Fyrirtæki sem sá skipulagningu þeirra axlar ábyrgð á mistökunum. Við ætlum rétt að vona að það haldi enginn að við séum ekki gjörsamlega miður okkar. Að það hefði fólk slasast á okkar viðburði. Það bara hræðilegt. Þá líka bara því að giggið klikka. Ef einn slasa sig, þá klikkaði giggið. Svona komast þeir Auðun Blöndal, Steinþór Hróar Steinþórsson og Egill Einarsson að orði í hlaðvarpsþætti FM 95 Blöð, Blöðkastið sem kom út í morgun. Þar tjáir þríeykið sig í fyrsta sinn tónleika sína í Laugardalshöll á laugardag. 15 leituðu á bráðamóttöku eftir tónleikana vegna tróðnings inn í Laugardalshöll. Í þættinum segir Auðun ástæðu þess að þeir hafi ekki tjáð sig fyrr vera að þeir hafi viljað vita almennilega hvað gerðist áður en þeir tjáðu sig atburðarásina. Þá hafi þeir viljað setja sig í samband við þá sem slösuðust á tónleikunum. Auðun segir að þeir hafi náð að ræða við suma en séu enn að reyna að hafa uppi á öllum. Í þættinum kemur fram að þremenningarnir hafi ekki sjálfir átt að sjá því fyrir en daginn eftir að eitthvað hefði farið úrskeiðis. Það sem böggar okkur endalaust að það er fólk neitt sig eða orðið hrætt á okkar viðburði og það er eitthvað sem við hörmum og biðjumst innilega afsökunar á. Auðun baðst undan viðtali þegar Fréttastofa hafði samband við hann fyrr í dag en hann segir að þeir hafi ráðið fyrirtæki til að sjá allt sem kemur að höllinni, gæslu og öðru. Fyrirtækið sem umræðir, Nordic Live Events, sendi frá sér yfirlýsingu í morgun sem Björgvin Þór Rúnarsson, einn eigenda, skrifar undir. Þar tekur fyrirtækið fulla ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd viðburðarins en segir að þremenningarnir hafi komið að markaðsmálum og undirbúningi tónleikana. Laun þingmanna, ráðherra og æðstu embættismanna hækka 5,6% næstu mánaðamót. Eftir hækkunina verður þingfararkaup, það er laun þingmanna, rúmlega 1600.000 krónur á mánuði og hækka 85.000 krónur. Ráðherralaun verða rúmar 2,6 milljónir og laun hæstaréttardómara 2.650.000 krónur. Launahæsti embættismaður ríkisins er forsetinn. Mánaðarlaun hans hækka meir en 200.000 krónur og verða 4.250.000. Þar með hefur forseti Íslands tekið fram úr forseta Bandaríkjanna í launum miðað við gengi dagsins í dag. Launin hækka árlega í samræmi við launavísitölu ríkisstarfsmanna árið á undan. Hækkunin nær einnig til lögreglustjóra, saksóknara, ríkissáttasemjara, seðlabankastjóra og dómara sem allir fá 5,6% launahækkun. 2 ár í röð hefur Alþingi að vísu samþykkt bráðabirgðaákvæði til að takmarka hækkunina. Hollendingar þurfa nú að ganga til 3. þingkosningana á 5 árum. Ríkisstjórnin sprakk í morgun eftir að harðlínu og hægri flokkur Geert Wilders dró sig úr ríkisstjórninni. Het kabinet is gevallen. Ja? Ja, Wilders is eruit gestapt. Nei. Það hefur ekki verið nein lognmolla í hollenskum stjórnmálum síðustu misseri. 7. júlí 2023 sprakk ríkisstjórn Marks Rutte. Dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Í nóvember sama ár var gengið til kosninga mun fyrr en áætlað var. Allar líkur eru á að stjórnarmyndun verði bæði flókin og erfið. Þetta var ekki ofsögum sagt að tók hálft ár að mynda stjórn og þessi kjósandi reyndist sannspár. Ik verwacht dat ze elkaar binnen de kortste keer de tent uitvechten. Því nú, rétt rúmu ári síðar stjórnin sprungin aftur. Hier geen verantwoordelijkheid meer voor kunnen dragen. Ik heb getekend voor het strengste asielbeleid, niet voor de ondergang van Nederland. En dat onze verantwoordelijkheid voor dit kabinet houdt dan ook op dit moment. Stjórnin fallna var samsteypustjórn 4 mið-hægri flokka. Wilders átti sjálfur ekki sæti í stjórninni en flokkur hans réði yfir málaflokknum sem hann sprengdi stjórnina yfir. Fulltrúar samstarfsflokka eru hissa og vanda honum ekki kveðjurnar. Ik vind dat Geert Wilders hier uiteindelijk Nederland mee verraadt. Nou ja, dit lijkt vooropgezet spel. Het lijkt alsof hij hier gewoon weg wilde omdat hij de verantwoordelijkheid niet meer wilde draaien. Dat is in ieder geval de indruk die het ons geeft. Og nú þurfa hollendingar aftur að ganga til kosninga og Wilders virðist ekki mislíka það. Sterker nog, ik ga ervoor om de volgende keer de premier van Nederland te worden, om weer aan de verkiezingen mee te doen en zorgen dat de PVV waar kan nog groter wordt dan ooit. Þrátt fyrir að meira en hálft ár sé til jóla stórsveit Reykjavíkur þegar farin að undirbúa jólavertíðina. Stjórnandi segir nauðsynlegt að byrja snemma svo allt verði klárt á réttum tíma. 1, 2 og 1, 2.
Þið eru hérna í Stúdíó Sýrlandi, þeir eru að undirbúa jólatónleika og jólaplötu, það júní. Hvernig svona gengur það upp? Það gengur þannig upp að það við þurfum að náttúrulega vera að taka upp og mixa og þannig að það tekur svolítið tíma. Þess vegna erum við að gera þetta með góðum fyrirvara til að platan verði komin út fyrir jól. Ég er bara fegin að góða veðrið sem við fengum daginn sé ekki núna, af því að annars er erfiðara að koma sér í gírinn. Mér finnst það eiginlega ekkert mála, því að alltaf bara þegar ég hitti þessa drengi hérna í stórsveitinni eða þetta fólk, þá kemst ég bara í jólaskap. Við erum búin að gera þetta svo lengi. Þetta er 5. árið okkar núna þar sem við erum með svona barna-jólatónleikaprógram með svona jólaballalögunum sem kannski maður heyrir minna af þeim á þessum stóru jólatónleikum. Ógnarbasli á með fribban sinn. Fljótur Siggi fyndu snöggvast fribbanafinn minn. Ég er búinn að vera svona safningsharpinn og útsetja þessi klassísku lög og þannig að nú er komið að því að mér þótti vera komið að því bara hendi í plötu til að safna þessu saman og setja þetta á teip. Mér þykir mjög gaman að spila með stórsveit en það gömul lúðrasveita stelpa. Og börnunum mínum þótt bara mjög merkilegt að sjá svona flott og mikið af hljóðfærum og allir að spila saman og stuði sem kemur. Það má alltaf standa upp og dansa, þannig að þetta er bara fjör og fjölskyldufjör. Er það ekki? Þannig að það verður bara dansað og jafnvel bara sungið með? Já, algjörlega. Það er alltaf staðið upp á þessum tónleikum og dilla sig, Já. Betur hefur við gert. Hvernig er það svona í júní? Má maður segja gleðileg jól, eða? Ég veit ekki, á Ríkisútvarpinu, má það? Gleðileg jól. Gleðileg jól. Og þá er það sem allir eru að tala það er veðrið. Það er lægð við Færeyjar sem stýrir veðrinu næstu dag og grinnist smá saman. Það dregur úr vindi í kvöld og í nótt norðan 10 til 18 metrar á morgun. Nú talsverð rigning fram eftir degi fyrir norðan og það verður svalt í veðri en þurft að kalla sunnan heiða og hiti verður á bilinu 7 til 13 stig. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Ísland barðist fyrir lífi sínu í A-deild þjóðadeildar Evrópu í fótbolta í kvöld þegar sterkt lið Frakka sótti íslenska liðið heim á Laugardalsvöll. Heimsmeistarar Spánar og Evrópumeistarar Englands mættust líka í A-deild þjóðadeildarinnar í spennandi leik. Og svo lítum við á Evrópumótið í sundfimi í Portugal í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að formaður allsherjarnefndar Alþingis segir samskipti sín við Útlendingastofnun í máli kólumbíska piltsins ekki grafa undan stjórnsýslunni. Manngæskan skipti mestu. Björgunarsveitir aðstóðuðu bændur að sækja fé á fjöll á Norðurlandi í dag í hríðarveðri. Veðurstofan varar við skriðuhættu á Norðurlandi. Ofanflóðafræðingur segir vel fylgst með úrkomu. Herlög og stjórnarfarskrísa fyrrverandi forseta virðast sitja mjög í Suður-Kóreumönnum sem kusu sér nýjan forseta í dag. Allt stefnir í afgerandi sigur frjálslyndra. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og veðri. Það er ekki Kastljós í kvöld og ekki 10 fréttir í sjónvarpi en útvarpsfréttir verða á sínum stað klukkan 10. Síðan má alltaf finna nýjustu fréttir inn á ruv.is en við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.